Takk fyrir það, auglýsingar að baki og við höldum áfram hér á Suðurland FM. Við ætlum að setja okkur í samband við Rangárþing eystra og þar hún Árný Lára menningarfulltrúi. Komdu sæl. Komdu sæl. Hvernig hefur það í dag? Bara ljómandi gott. Það komir 5. nóvember. Ég veit það. Þetta er svo ótrúlegt með þennan tíma. Og hvað sagði ég á þann að það væri 50 og 3 dagar eftir árinu? Já. Eitthvað svoleiðis? Ég loka eyrunum fyrir svona tölum, sko. Þetta er tíminn, hann líður þessi blessaði tími og maður áttar sig ekki alveg á því. Það er nefnilega máli og svo allt í einu dagar upp ef eitthvað segir við mann, sko, já nú er 5. nóvember, Já. Þú veist. Og það er meira að segja, sko, hérna í Árborga, þá verður kveikt á jólaljósunum, 14. nóvember? Já, ég keypti mig í gegnum Árborg í gær og sá að þeir voru að hamast þarna, starfsmennirnir að setja upp í trén. Já, nákvæmlega. Og það er, hvenær er því hjá ykkur? 20. eða? Við stefnum að því að kveikja jólaljósunum og trénu fyrir utan Landsbankann 25. nóvember. Já. Þannig að við ætlum aðeins að draga þetta örlítið lengra. Já. En það er bara, þetta er voða gaman í skammdeginu þegar það verið að kveikja ljósin. Já, mér finnst það. Þetta er bara fallegt. Það byrtir til. Það gerir það. Þetta er svo skemmtileg tími og það má aðeins lengjan en kannski ekki mikið. Nei, en já, það þarf ekki að byrja í október en þetta er mjög fínt að fá svona aðeins lengri ljósatíma. Já, ég áttu nú leið eitt hverfi í Hveragerði í gær og þar er búið að tendra á öllu sem heitir jólaljós. Já, fólk er að svona grípa þetta greinilega. Já. En já, við erum eitthvað seinni hjá okkur. Ég held ég hafa nú ekki séð neitt allavega ekki í þéttbýlinu, en hvað veit maður? Nei, nákvæmlega. En hvað er hann að frétta síðan síðast? Jú, það er náttúrulega bara nóg að frétta hér. Það er helst kannski bara hvað er frammundar. Fyrst má náttúrulega nefna að safnahelgin fór rosalega vel fram. Já, var það ekki? Safnahelgina síðast. Og hún fór bara mjög vel fram og í sögusetturinn hjá okkur var bara mjög, í viðburðinni voru vel sóttir og svona, þannig að við erum bara ánum með það. Glæsilegt. Og já, þannig að við hlökkum bara til að ári. Þannig að þetta hefnaðist vel og það var auðvitað mjög margt í boði. Mjög margt í boði á öllu Suðurlandi. Þetta er náttúrulega rosalega stórt svæði, þannig að það er erfitt ef maður ætlar sér að gera allt. Já. En þeir voru sátt með það fólk sem kom? Við vorum sátt við okkar, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Það er svo náttúrulega heilmikið framundan. Það er nefnilega mjög mikið framundan hjá okkur. Það má fyrst nefna 5. fyrir okkar í sundlauginni. Já. Nú ætlum við að pröfa að vera með poolquiz í staðan fyrir pubquiz. Já, poolquiz. Poolquiz. Hvernig fer það nú fram? Segðu mér það. Eru vasseldir pennar og allur pakkinni það? Það er nefnilega málið. Hér er búið að versla inn vasselda penna og eitthvað svona skemmtileg spjöld sem hægt er að nota í vatni. Já. Þannig að við erum tilbúin í allt, sko. Þetta er glæsilegt. Ég held að þetta verði mjög skemmtilegt. Þetta er einmitt eins og síðast vorum við með bíó, sko. Já. Hvernig hefnaðist það? Það hefnaðist rosalega vel. Ég hafði miklar áhyggjur af veðrinu. Það kom alveg brjálæðislegt rok. Já. En einhvern veginn tókst þetta nú samt bara mjög vel og kringum 70 manns horfðu á Stelli Ólafi. Glæsilegt. Já. Það var mjög skemmtilegt. Bara kósí að liggja í pottinum og horfa á Stellu. Þetta var svo dásamlegt og krakkarnir raða þessi meðfram sundlega bakkanum og fóru þarna svamlandi að horfa og þetta var bara svakalega gaman. Já, ég veist þetta algjör snilt þessi 50-dags fjöri í sundlauginni. Já, ég held þetta sé eitthvað sem er komin til að vera að minnstakosti verðum við fram áramótum og svo sjáum við til. En á morgun er það poolquiz og eins og segir, það er búið að redda allt sem heitir vasselt. Algjörlega og við bara hlökkum mikið til að sjá og við hvetjum fólk til þess að koma og reyna á heilasælurnar og leið og stundar smá heilsueflingu. Já, algjörlega. Og það er, fólk sem býr í Gilsbakka fær frítinn? Já, það er fólk sem býr í Gilsbakka sem fær frítinn núna. Já. Þannig að þeir hljóta að mæta bara með lið í poolquiz. Já. Ég trúi ekki öðru. Það hlýtur að vera. Og spyrillin verður Ólafur Örn Oddsson, hann hlýtur að hafa gert þetta áður. Hann hefur gert þetta áður, hann er mikill snillingur í þessu og hann er rundir sá sem á bara heiðurinn af þessum 50-dags sögum, sko. Frábært. Þannig að við erum mjög heppin að hafa hann í okkar horni. Já, þetta er klukkan 19:30 á morgun. Byrja klukkan 19:30 og af fólki af Suðurlandi er náttúrulega velkomið að koma og taka þátt og svona. Þetta er ekki bara fyrir heimafólk, þó að við náttúrulega hvetjum þá svona helst.
Jú. En allir velkomnir. Ég var að hugsa, ég veist þetta svo gaman, svona quiz-keppni að spurningum að skella sig bara. Spurningar að skella sig bara með fjölskylduna og komið sund og Hvolsvelli. Já, af hverju ekki? Mæl með því. Já, nákvæmlega. Svo náttúrulega möguleikusið? Já, möguleikusið verður með langa prakkara á laugardaginn í Sögusetrinu. Og byrja klukkan 4 og þetta náttúrulega leikrit fyrir alla aldurshópa. Þetta líka fyrir fullorðna vegna þetta mjög fyndið og skemmtilegt. En svona náttúrulega þetta barnaleikrit og öll börn, bæði í leikskóla og grunnskóla ættu að hafa mjög gaman af þessu. Já, þetta gríðarlega vinsælt leikrit og síðan 1999 það hafa verið 300 sýningar. Já, þetta bara, ég held að þetta sé það leikrit sem hefur verið vinsælast hjá möguleikursunni. Já. Þannig að við erum mjög heppin og ána með að fá þau til að koma til okkar. Og þetta núna á laugardaginn klukkan 16? Já, núna laugardaginn klukkan 16 og í Sögusetrinu. Já, það var það alveg á hreinu. Já. Og svo náttúrulega það eru nokkur dagar í það, en svo í Sögusetrinu, það verður 9. desember sé ég hérna á heimasíðunni, hvolsvellir.is, að það voru smiður jólasveinsins. Einmitt, þá kemur jólaleikritið og þetta frá möguleikursunni líka. Já. Og þetta verður eitthvað svona kósi og huggulegt og gaman að vera á verkstæðinu hjá jólasveinunum. Já, það er alltaf gaman að vera þar. Ég held það. Ég held að þetta verður svona góð stemning. Já, nákvæmlega. Svo sé ég líka á heimasíðunni að þið eru að auglýsa eftir rekstraraðilum fyrir tjaldsvæðið. Já. Í Rangárþingi eystra, og ekki að gera auglýsa í beinni? Jú, okkur vantar sérst rekstraraðila fyrir tjaldsvæði bæði á Skógum og á Hamragörum. Og tjaldsvæði á Skógum náttúrulega mjög mikið sótt og þetta er ferðamannastæði sem er bara, hann er alltaf á topp 5 á öllu landinu, sko. Og tjaldsvæði við Hamragar er líka opaslega fallegt og mjög, þetta er svona góður business myndi ég halda fyrir þá sem hafa áhuga á þessu. Akkurat. Og ef einhver hefur áhuga að senda okkur tilbúið eða heyra bara meira þetta, þá má hafa samband við mig hérna á skrifstofunni eða í gegnum netfangi mitt á nilarat.hvolsvellir.is. Nákvæmlega. Þetta er flott. Já. Svo langar mér að segja frá málþinginu sem er hérna á laugardaginn líka í Goðalandi. Já, býtur við, ég var eitthvað búin að sjá það líka. Það er málþing gamla bæinn í Múlakoti. Já. Og Múlakot ætti nú mjög margir að þekkja. Þetta er bæði er þetta búin að vera listamanna nýlenda, þetta er búin að vera veitingahús, þetta er búin að vera, það er þarna skóar eða safn, svona trjásafn og þetta er garður sem var kona í kringu 1900, hún var að setja garð á stofn og fekk fálkaorðuna fyrir garðirskju og ég veit ekki hvað og hvað. Og þessi málstofa eða málþing verður haldið í Goðalandi á laugardaginn segi ég. Já. Hann verður að fara í Múlakot og skoða garðinn og bæinn klukkan 2 og svo er málstofan sett í Goðalandi, sérst félagsheimilinu klukkan 3:30. Og ég myndi bara mæla með að sem flesti sem hafa bæði þeir sem hafa áhuga á sögunni og varðveislu minja og þessum gamla garði og bara, þú veist, þetta er svo marg slungið þetta málþing og já. Þannig að ég bara mæli með að fólk mæti í Goðaland. Algjörlega, mælu með þessu, það er að fara inn á hvolsvellir.is. Hvolsvellir.is og það er þetta bara á forsíðinni, hægt að lesa málþingið. Já, og sundlaugurfjörið og leikriti með möguleikusinu og margt fleira. Algjörlega. Árný Lára, menningarfulltrúi í Rangárþingi eystra. Takk fyrir spjallið og þangað til næst fara að valega með þig. Já, sömuleiðis. Takk fyrir. Já, bless.